Yes. Monday. We're gonna give it a few seconds for people to come in. Here on Daily Prayer, Yes. Christchurch Daily Prayer, and just gonna wait a few seconds so people get what we are talking about. Yeah. Gefa þessu nokkra sekundur þá til fólk kemur inn. Og við ætlum að fara í orðskviðin í dag. Proverbs. Yeah, we're gonna go to Proverbs. Yeah. We are gonna go to the wisdom of God. Yeah. You wanna get wise, you go to Proverbs. Yes. Góðan daginn, hvernig hafið það á sólvarladegi? Við hafum mjög gott á þessum yndislega mánudegi og takk fyrir þetta. Góður dagur í dag. Já. Fallegur dagur. Og munið á allt, Guð elskar ykkur. Amen. Þið eru alltaf í fyrsta sæti á Guði og Guð elskar ykkur sama hvað. Því hann gaf ykkur frjálsan vilja og elskar það þegar þið takið ykkar frjálsan vilja og snúið ykkur að honum. Já. Amen. Því að allt verður að vera gert með frjálsum vilja. Já. Og það þannig sem Guð skapaði þig, hann skapaði sig í sinni mynd að Guð hefur frjálsan vilja og hann hefur frjálsan vilja við að lækna þig, hann hefur frjálsan vilja að blessa þig og hann getur gert allt sem hann vill. En það góða við það er það að hann er kærleikur og kærleikurinn gerir bara góða hluti og Amen. það er hans frjálsi vilji. Í Jesú nafni, amen. Yes, no, amen. Amen. And now, okay. We can start now. Yes. Okay. We're gonna start this like always here on Grace Church Daily Prayer with a little prayer that my beautiful wife is gonna start this with. Og eins og ávast hér á Grace Church Daily Prayer, þá byrjar kona mín þetta á litri bæn, fallega kona mín. Í Jesú nafni, amen. Ég bara segja amen on this beautiful Monday og allir segja amen on þessum yndislega mánudegi. Amen. Amen. Ég elski Jesus, við leggjum fyrir stund í þínar hendur, drottinn minn. Heilaga andi, biðjum að þú blessi varir okkar Sigga og gefur okkur frið í huga okkar og hjarta okkar. Líka þeirra sem eru heima að hlusta og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp við náðuna, við ætlum að lyfta name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Valdísi, Snjólu, Ísabellu, Úllu, Óskari, Valgarði, Guðrúnu, Charlie, Liljan, Guðmundi, Sigríði, Sigrún og Sigrúnu. Í Jesú nafni, amen. Yeah. We ask you to ask God to bless them, ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are going through, and ask the Holy Spirit to fill them with your love and heal what needs healing and give them strength in what they are going through. May God bless them. In Jesus' name, amen. And remember, God always answers our prayer.
og nöfnin sem við nefndum hérna að við biðjum ykkur að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður sem að þau að vera að gangi í gegnum og lækna þar sem lækna þar og blessa þar sem blessa þar. Í Jesú nafni, amen, amen. Já, ég ætla að fara í orðskviðina núna, í visku Guðs og ég elska orðskviðina því það er mikil viska og fólk er að leita sér að visku að lesa orðskviðina, það er rosa viska í orðskviðunum og þar lærir maður mjög mikið hvernig maður komið fram við náungan og hvernig lífið er og hvernig maður lærir líka að vera greindari. Í Jesú nafni, amen. Yes, amen. And I'm gonna read chapter 1 and 2 today og ég ætla að lesa í orðskviðunum kafla 1 og 2 í dag. And I'm gonna read Proverbs 1, chapter 1 and 2. Orðskviði Salómons Davíðssonar, Ísrael konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra að skilja skynsamleg orð, til þess að menn fái vitulegan aga, réttlæti, réttvísi, ráðvendi, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking, aðgætni, hinn vitri hlýðir á og eykur lærdóm sinn og hinn hygni nemur hollar lífsreglur, til þess að menn skilji orðskviði og líkningamál, orðspekina og gátu þeirra. Ótti drottins er upp að þekkingar, visku, aga, fyrirlíta afglapar einir, hlýð þú son minn á áminningu föður þíns og hafna eigi viðvörum móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og mennum hálsteinn. Son minn, þegar skálkar gina þig, þá gegn þeim eigi. Þegar þeir segja, komið oss, leggjumst í launsát til den manndrápa, sitjum án saka saklausa menn, kleipum þá lifandi eins og hel með húð og hári, eins og þá sem farnir eru til dánarheima, alls konar dýr munu vér eignast, fyll hús vor rændum fjármunum, þú skalt taka jafnan hlut með oss, eitt svo skulum vér allir hafa, son minn. Þá haf ekki samleið við þá, halt fæti þínu frá stígum þeirra, því að fætur þeirra eru skjótið til lífs og fljótið til að útheilla blóði. Því að til einskis þenja menn út netið, í ausinni allir fleira fugla og slíkir menn sitja sitt eigið líf. Liggja í launsátti fyrir sjálfum sér, þannig fyrir öllum þeim fíknir eru í rangfengnin gróða, fíkn verður þeim að fjörlestri. Speking kallar hátt á strætunum, lætur rödd sína gjalla á torgunum, hún hrópar á klaufmiklum gatnamótum, við borgarhliðin heldur hún tölur sínar, hversu lengi ætlið þér að fávísir að elska fávísi og hina ágjörna að hafa yndi af háði heimskingjarnir að hata þekkingu, snúist til umvöndunar minnar, sjá ég læt anda minn streyma yfir þau, kunngiru yður orð mín, en af því að þér færðust undan þá ég kallaði og enginn gaf því gaum þótt ég rétt út höndina, heldur létu öll mín ráð sem vindum eyru þjóta. Og skeyttu eigi umvöndun minni, þá mun ég hlæja í ógæfu við það. Draga dár að þegar skelfingin dynur yfir yður.
þegar skelfingin dynur yfir yður eins og trumuveður og ógæfa yður nálgast eins og fellibylur, þegar neyð og angist dynja yfir yður, þá munu þeir kalla á mig en ég mun ekki svara. Þeir munu leita mín en ekki finna mig vegna þess að þeir hötuðu þekking og aðhylltust ekki ótta Drottinn, skeyttu ekki ráði mínum og smáðu alla umvöndun mína. Þá skulu þeir fá að neyta ávast af breytni sinnar og mettast af sínum eigin vélræðum, því að frákar fávistar drepu þá og hugleysi heimskingar tortíð með þeim. En sá sem á mig hlýðir mun búa óhuldur, mun vera öruggur og engin óhæmingja kvíða. Og hún sé byrja konu mín að lesa. Sjöðu? Son minn, ef þú veitir orði mínum viðtöku og geymir boður mín hjá þér, svo að þú sjáir spekinni athygli þína, hneigir hjarta þitt að hyggindum, já, ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, og ef þú leitar af þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólgnum fjársjóðum, þá munt þú skilja hvað ótti Drottins og öðlast þekking á Guði. Þegar Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinum ráðvöndu gæfuna, skjöldu þeirra sem breyta grandvarlega, með því að hann vakir yfir stigum réttarins og varðveiti veg sinna guðhræddu. Þá munt þú og skilja hvað réttlæti og réttur, og ráðverndi í stuttu máli sér hverja braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Aðgnætti mun vernda þig og hyggindi varðveita þig, til þess að frelsa þig frá vegi hins illa, frá þeim mönnum sem fara með fals, sem yfirgefa stigu einlægninnar og ganga á vegu myrkursins, sem hafa gleði af því að gera illt, fagna yfir illskum hrekkjum, sem gera vegu sína hlykkjótta og komnir eru út á glapstígu í breytni sinni, til þess að frelsa þig frá léttúðar konu, frá blíðmálugri konu sem annar á, sem yfirgefið hefur unnusta æsku sinnar og gleymt sáttmála Guðsins, því að hús hennar hnígur í dauða og brautir hennar liggja niður til framliðina. Þeir sem inn til hennar fara snúa engir aftur og aldrei komast þeir á lífsins stigu, til þess að þú gangir á vegi góðra manna og haldir þig á stigum réttláta, því að hinir hreinskilnu munu byggja landið og hinir grandvöru vera eftir því, en hinir ógulegu munu upprættir verða úr landinu og hinum svikulu verða útrýmt þaðan. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Everybody say amen on this beautiful Monday. Amen. Allir say amen on this mittlislega mánuði. Amen. And now we are going to play this in King James 16:11. Yeah. Og ég veit að Íslendingar skilja allir íslensku og King James 16:11 fallega skrifuð Biblía og njótið. Ástu mín, ekki á. Yes. The Book of Proverbs, Chapter 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. To give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear, and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother.
they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, Come with us, let us lay wait for blood. Let us lurk privily for the innocent without cause. Let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil. Cast in thy lot among us, let us all have one purse. My son, walk not thou in the way with them. Refrain thy foot from their path, for their feet run to evil, and make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, and they lay wait for their own blood. They lurk privily for their own lives. So are the ways of every one that is greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. Wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets. She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates. In the city she uttereth her words, saying, How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Because I have called, and ye refused. I have stretched out my hand, and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel, they despised all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Proverbs 2. My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his in the frowardness of the wicked, whose ways are crooked, and they froward in their paths. To deliver thee from the strange woman, even from the stranger, which flattereth with her words, which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God. For her house inclineth unto death, unto the dead. None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life, that thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous. For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted of it. Í Jesu nafni, amen. Everybody say amen on this wonderful Monday. Amen. Allir segja amen on this wonderful Monday. Síminn okkar eitthvað ofheitna hérna. En það er bara svona, allt skýrilæg. Nú er komið næsta kafla í okkur og ef þú hefur ekki tekið við Kristi inn í líf þitt, þá er ekki verið tækifæri til þess að gera það nú. Ef þú trúir að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar
og hann hafði hreinsað algjörlega með blóði sínu og hann hafði risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag. Að þá mun sonur heilagur andi og koma, sonur, faðirinn, sonur og heilagur andi kom inn í lífið þitt og kom inn í hjartað þitt og þá getur við leitað hans og talað við hann og hann mun blessa lífið þitt og hjálpa þér í gegnum lífið í Jesú nafni. Amen. Amen. Það hans loford. If you haven't received God into your heart, I'm gonna go now with the salvation prayer, and you can do this now if you believe that Jesus Christ went on the cross. He died for your sin, and He cleansed you with His blood, and He rose on the 3rd day, and He is alive today. Then the Father, the Son, and the Holy Spirit is going to come into your heart, and then you can pray to Him, and He's going to help you with everything in your life. In Jesus' name, Amen. Amen. Það Óskar að segja að það fyrir nær mér, þú ert bara hálfur. Er ég hálfur? Hálfur, það er eitthvað myndavélakerfi hérna. Það er eitthvað hérna. Ég ætla að byrja að fara með þetta á íslensku. Svo hafið þessu orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi þú sért sonur Guðs. Ég trúi að það dáð á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að hafa dáð á krossinum fyrir syndir mínar og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. Ég trúi að það rísi upp frá dauðum til að gefa mig líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mig líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig allir syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mig alla syndir mínar og þó mig algjörlega með blóði þínu. og þú mig algjörlega með blóðið þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurniði anda minn og gerði mig nýri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. Takka þér Jesús, Takka þér Jesús, að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun, að fyrir blóð þitt er nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskar að þér. Í Jesú nafni, Amen. Og þú sem fórt með þessa bæn, vertu velkomin í kirkjuna og Amen. núna er líkaminn þinn musteri Guðs. Já. Það er ekki bygging, það er líkaminn þinn sem er musteri Guðs. Já. Því hann býr innra með þér. Í Jesú nafni, amen. Amen. And now I'm gonna go with the salvation prayer in English. So I have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the church. And Yes. now your body is the temple of God. Amen. Okay, and now we are gonna take the Lord's Prayer, and like we have, like here on Grace Church Daily Prayer, we have the regional
prayer that God taught us, because He's never going to lead us into temptation. He's going to hold us from this temptation. And that comes in our prayer here. So I'm going to go with it in English first. Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as is in heaven. on earth that is in heaven. Give us the daily bread, Give us the daily bread, and forgive us our debts, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. as we forgive our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it, so that we may stand against it, but deliver us from evil. but deliver us from evil. For thine is the kingdom, For thine is the kingdom, the power, the power, and the glory, and the glory, forever forever and ever. and ever. In Jesus' name, amen. 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 Og núna ætlum við að fara með Faðir vorið á íslensku. Og Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þér vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldanutum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og munið ávallt, amen, segðu konurnar ykkar að þið elskið þær, og konur segðu amen ykkar að þið elskið þá, og segðu börnur ykkar að þið elskið börnur ykkar. Elskið náungan eins og sjálf ykkar, og einnig elskið óvinni ykkar eins og sjálf ykkur, og þá mun Guð svo sannarlega blessa ykkur, því við erum öll sköpun hans. Allt fólk hér á jörðinni er sköpun Guðs, og því ber okkur að blessa börnin hans, og það er það sem hann vill. Því hann frelsa okkur öll. Í Jesú nafni, amen. Yes, no, amen. And like I say over here, husbands, tell your wives you love them. Wives, tell your husband that you love them. Tell your children that you love them. Pray for your family. Love your neighbor like yourself. And love your enemy like yourself. And then God is going to bless you, because He died for all mankind, and He saved us all. And we belong to Him. We are His creation. That's why we have to pray for His creation, and remember, Jesus saved all of us. Amen. In Jesus' name, amen. And the only difference is, when you're a Christian, then He can answer your prayers because you believe in Him. But if you don't believe in Him, then you're not asking Him for help because you don't believe. And that's the only difference between a Christian people and non-Christian people. Yeah. But we all belong to God. Amen. Amen. And this is going to be the last word here on Grace Church Daily Prayer today. And God bless you on this wonderful Monday. And we are going to see you tomorrow. And we love you here from Iceland. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi. Og Óðinn stendur alltaf vaktina. Og ég elska þig, Frandi. Já, elsku þig. Og Sæðar og Rúnar, Ingibergur og öll hinn vinir mínir öll. Ég elskum ykkur og eigið yndislega mánudag. Amen. Og við sjáumst morgun. God bless. God bless. Wow.
sjá